Komið þið sæl áhundu góðir, við erum stödd hérna á Siglufirði og við erum á ferð landið. Við erum búin að vera að tala fullt af skemmtilegum áhverðastöðum hérna og okkur langar að segja okkur frá skemmtilegum svona, já, skyndibitastað, ungir og efnilegi menn nýteknir við. Þannig að ég rétt fekk þá og þeir eru búin að vera svo stutt hérna að þeir vildu aðeins frá anda en ég fekk þá samt í smá viðtal. Heyrðu, strákar, þið heitið nú bara skemmtilegum nafnum. Já, það er Danni. Og Danni. Og heitir Daniel Þór. Daniel Pétur. Daniel Pétur. Og Daniel Pétur. Heyrðu, hvernig fer maður að segja hérna þegar maður að kalla? Heyrðu, Danni eða Daniel Þór? Hvernig er þetta aðgreið ykkur? Þetta er svona í bara tóninum, sko. Já, er það? Já. Og hvað kallast staffið ykkur? Bara Danni. Bara Danni og þið bara Danni, það lítur að vera eitthvað. Það stundum er Danni þjónn og Danni kokkur. Já, það er eiginlega, það er greiningin. Það er hægt að sættast á það. Já. En það er hægt að segja líka að Danni velvaxni og hvað... Eru ekki báðir velvaxnir? Já, mér finnst það nú flottar þessi. Eins og við sögðum líka never trust a skinny cook. Jú. Er það ekki rétt? Það er bara svo laus. Það segir það að þú kannt að elda góða mat. Já, ég held það. Heyrðu, þið komið frá hérna Rauðku og þú ert lærður kokkur frá hérna Hilton, búin að vera í, hvenær útskrifastu? 2009. Já, og þú ert svona kokkslíki, sagði, nei, þjónslíki, já. En náttúrulega á svona veitingastað þá hlaupa menn í allt, er það ekki? Jú, sjálfsögðu. Já. Hvort það er eldhúsið eða eitthvað annað, sko. Já. En þetta er svona, ég spurði líka hérna að Ganni, hvað kom til? Þetta er svona rúmu mánuði sem þið tók við. Ykkur bauðst þetta tækifæri? Já, sko, bara skapa atvinnu fyrir okkur sjálfa hérna heima, sko. Já, við erum báðir hérna og... Frá Siglufirði? Já. Já, og hvað, svo voru þið frændur líka, glemdi að segja frá. Já. Heyrðu, bróður, sonur, frendi, hvernig var þetta aftur? Sonur, frenda þennan bróðins? Hann er bróðursonur minn. Hann er bróðursonur, og hvað þýðir það? Nei, það er auðvitað. Ég er bróðursonur hans. Og hvað þýðir það? Bróður hans er pabbi minn. Heyrðu, þeir hafa verið líflegir hérna að framleiða bundinni á það? Já, ég veit ekki hvað. Siglufirði. Siglufirði, já. Heyrðu, þetta er svolítið skemmtilegt. Nöfn og svo eru þið bara frændur og miklir frændur. Já. Og hvernig er að vinna þá svona saman svona, það gengur? Hver ræður? Hver er meira frekari? Já, ég er ræð. Já, í eldhúsinu og hann lærir frammi. Já, það er svolítið svoleiðis, sko. Já. Og þið bara virðið þau yfir á sæði. Já, svo bara er málin rætt bara ef það kemur upp ágreiningur, sko. Það er ekkert... Svo er bara faðmást og máli búið. Já, það sést langar leiðir. Það verður hægt að vinna þetta. Það er oft, maður er oft svona sé tvíeggi, svona, það getur svo stundum verið erfitt að vera með restaurant saman, en menn þurfa að berjast bara. Já. Segðu mér strákar hérna, þetta er svona, skal ég segja, torgið restaurant. Þú sagði mér að þetta hafi verið pítsustaður mest hérna fyrst. Já, þetta var byrjaði sem sko Pizza 67. Já. Hérna fyrir einhverjum árum síðan. Já. 10 árum síðan. Já. Svo hefur þetta svona þróast meira út í bæði svona hambúrgar og samlokur og salat. Já. Og pizzunar alltaf á kantinum, sko. Já, og svo varstu að segja líka frá að það verður svona off-menu og þið eruð að uppfæra hann og þessi þáttur er tekin upp í miðjan júlí. Við verðum að sýna hann í vetur, þannig að þá eru hann mikið sjóaðir. Búin að taka Vesturlumanna helgina og þau verður alveg bara fullbyr færir, þannig að það verður gaman að horfa á þáttinn og sjá hvað þetta er. Því mánuður í veitingamennsku er ekki mikill. Nei, það er ekki mikið. En þið svo far svo út og þið eru á frábærum stað hérna í miðbænum. Já, það er ekki betri stað en í bænum. Nei, það bara er ekki hægt að nálægt öllum þessum stöðum. Já. En svo sögðu þið líka að vera með off-menu. Hvað er því það? Já, það er svona sem við setjum á töfluna hérna. Já. Það getur verið bara hvað sem er, sko. Við erum oft með steik og bernes. Já. Til dæmis, við erum oft með fiskrétti eða úr hverju er steikin? Nautalindir. Nautalindir, já. Yfirleitt svona. Og fiskur alls konar? Já, bara það sem okkur dettur í hug. Það setjum við á töfluna, það sem er ekki á menjunum sjálfum. Og reyna að hafa það kannski á góðu verði svo það færi svolítið að því. Svona keisluréttur. Já. Og er súpa með því þá eða? Nei. Það er bara eitt réttur, sko. Já. Ég sá að þið voru með forrétti og svo voru þið með skemmtilega hambúrgara. Hvað heitir hann? Við erum með frændan og svo erum við fjarskildafrændan. Hvað er frændinn?
Frændin bara 150 gramma hambúrgari í sérbökuðu brauði frá Aðalbakari hérna á Siglufirði. Já. Og Einhverju lauk? Já, og það relís, rauðlauks og beikonsulta í honum. Sem náttúrulega leyndarmál, má ekki vita hvernig það er gert. Þið eru í leyndarmáladeildinni? Það hernaða leyndarmál, sko. Svo frænkana dettin líka. Já, hvernig var frændin? Var hann svona venjulegur? Hann er svona okkar signature borgari, myndi ég segja. Svo erum við fjölskyldan sem svona meira út í Ósborgara. Já. Og segir fólk, já, fá eitt fjölskyldan, fá eitt frænda. Það bara, þú veist, fólk veit þetta. Og það fylgir franskar með og boss. Pítsurnar. Það hljóta náttúrulega að vera vinsælar og þið er búin að svona sterk hefði fyrir þeim hér. Jú, það eru mjög vinsælar. Er það kannski helmingurinn, 60% af sölunni? Já, allir það ekki. Slæði ekki upp í helming, allavega í það minnsta. Og þið lagið degið og svo sjálf og þið kunnið það? Já, núna. Það fóruð þið bara á YouTube og læra? Það fylgdi þetta bara uppskriftin staðnum eða? Nei, já, hún fylgdi og við gerðum svona örlitlar breytingar á henni. Já. Prófum okkur áfram bara. Og hvað vinsælustu pítsurnar? Það er... Sikið Ráðhústorgi? Já, Ráðhústorg. Já, hvað er henni? Það er allt á henni. Allt bara. En svo pizza sem koma mest á óvart eins og Siglfinningur, sem sjávartapizza. Já, og ég sá það var þorskur á henni. Já, það er rækjur og þorskur hérna á Siglufirði og svo setjum við ögn af túnfiski á hana. Segið mér, er það þá útlendingarnir eða íslendingarnir? Það er bæði, sko. Hver er hlutföllun af viðskiptavinnum hérna? Þið þekkið það ekki kannski alveg strax? Já, heimafólk er mjög duglegt að koma og svo erum við með rosalega mikið af túristum líka. Já, sem er á sömurinn. Já, og veturna líka. Og svo náttúrulega þekkið þetta frá að þið voru að vinna hérna sjálfur að þekkið þetta alveg að framtíðin er björt. Jú. Mjög. Og eins líka alveg eins og veturnar. Já, það var fínt að gera hérna í lok vetrar og mikið af svona fjallaskíðamönnum. Já, þú voru að segja mér það einmitt í bakarinu. Og mikið af þeim og þeir borða mikið og vel, sko. Já. Þeir eru komað niður á fjöllunum. Og svo sögðu þau bara líka hérna á hostelinu sem var hérna sem að Valgeir og svona hans ykkur að það væri bara fólk að koma frá Akureyri í Helgafjörð. Þannig að þú veist, Siglufjörður er að stimpla sér rosalega inn sem góður og gildur ferðamannastaður bara. Og við erum bara heppin á þessu INN Íslendingar, ég bara segja það eins og að þeir eru ekki alveg búin að fatta þetta. Nei. Þannig að við verðum bara að plugga það, mæta á Sigló. Já. Er það ekki? Það er að gera. Það er klárt. Og mæta og fá sér alveg hérna... Hamborgara. Já, góðan skyndibita. Mér var sagt bara, og er þið ekki með svona eitthvað flottan hérna svona skyndibitastað? Það er ekki allir sem eru í einhverjum flottum veitingastöðum. Jú, þá mældum við með Torginu restaurant. Og þið ætlaði að standa undir því. Það er klárlega. Og með einhverjar hugmyndir í farateskinu? Já. Einhver kvöld og svona? Einhver lifandi tónlist eða? Við erum oft með það. Já, er það? Og eru þið með bolta og beinni og eitthvað? Við erum með bolta, já. Já, og tjaldi eða sjóvarpið eitthvað? Hérna spila stundum, sko, já, ég veit nú eiginlega að segja að landsþekktur trúbadór. Já, hver er það? Hann kallar sig Evanger. Já, það er bara gaman að því. Þannig að þú veist, ég heyri það bara og þú veist, ég á eftir að kíkja við hjá okkur, kannski næsta sumar eitthvað, þá ætlum ég að sjá hvort það verður ekki bara með glottið á okkur alveg. Ég spá okkur flottir, þið eru flottir í þessu. Þakkum bara fyrir. Takk sem leiðis. Komið í sæl áhorfendur góðir, þetta er kokkaþátturinn Eldhúsmeistarana og við erum stödd á Húsavík. Heyrðu, við komum hérna seinnipartinn maður og erum búin að vera hérna í Mývatnssveitinni, rendum niður á Höfn, blankalopn og fullt af fólki og klukkan er 7:30 og við skulum að kíkja aðeins inn á Höfn og ég hafði keyrt hérna svolítið framhjá áður í sumar og fannst þetta svona skemmtilegt konsept. Þetta á að vera miklu meira að þessu segi ég, fish and chips. Þetta er eiginlega svona vinsældi fiskirétturinn.
En ég fann eitt stað og ég fann eigandan, hann var á hlaupum hérna, hann rosalega vel græjaður maður í flottum fötum og nafnið þitt Ég heiti Jón Hermann Já. Óskarsson. og þú ert húsvíkingur húð og hár. Ég húsvíkingur í Húð og Hár, fæddur á uppalinn á Húsavík. Já. Stoppað svona hingað og þangað en endaði aftur hér fyrir nokkuð löngu síðan. Já, og þú varst að gera út bát hérna, sagðirðu mér, og bentir hérna út á... Við vorum í útgerð hérna þar til bara fyrir nokkrum mánuðum síðan. 2014 eiginlega loknaðist út af. Þetta var bara... Og það var erfitt að fá kvóta lítið og dýrt og var langt að fara á miðin? Nei, við vorum komin í rækjuna og svo settum kvót á rækjuna. Þetta var bara leiðilegu bransi. Við hugsaðum bara að við erum hætt á farin, þetta er bara hundleiðilegt leikrit. Fórum bara í annan leikþátt sem er miklu skemmtilegri. að gera að finna sér svoleiðis. Heyrðu, en þú ert á höfninni, fékkst þetta húsnæði hérna og á hvað, þú byrjaði 2010, hvernig datt þér í huga að setja þetta upp? Maður bara á skipi eða blunda þetta lengi þér? Ég ætla nú ekki að hirða heiðurinn af því, þessi hugmynd konum frá bróðum mínum. Hann er reyndar hérna ekki á staðnum, hann er reyndar að vinna núna í Hvalaskoðun, við erum öll meira með hann í ferðaþjónustunni. En hann hóstaði þessari hugmynd upp og við svona tókum hann á lofti og unnum með hana. Hann svo sem hérna verður að eiga það. En okkur fannst það góð og við pröfuðum hérna bara hérna í hurðinni hérna í lúgu, svona einu sinni í mærudaga, 1-2 daga. Hvort þetta myndi ganga í fólki, byggum til nokkrar útgáfur á degi heima í eldhúsi hjá mömmu og vorum með nokkra svona kíló af fiski og prófuðum þetta og ákveðum að fá leiðan einhvern pott, steiktum hann í liðið. Og það bara, hvað segir maður, bara svíngekk. Svínvirkaði. Liðið bara fyllti hér húsið og keypti alveg látlegt og linnulaust. Þannig að árið eftir vorum við komin með lúgu og farin að gera þetta svona meira full time. Var það 2010? Það var ekki við 2009 sem við prófum þetta. 2010 erum við svo opnað hérna með lúgu og allt klárt, sko. Það var vorið, þá í bara maí eða júní. Og það gengið svona glimrandi vel? Það er upp á við ár frá ári. Ég þori alveg að fullera það. Og segðu mér hérna, eru þið með opið á veturna líka? Við höfum teygt þetta fram í svona október í fyrra, nóvember þar áður. Pabbi minn átti 70-afmæli í nóvember 2014 og við héldum á þar til eftir þá og buðum fólki hér fisk á góðu verði. Og það er svona, ég held að þessi ferðamannatími hér eins og annars er alltaf að lengjast. Svo að hérna, við verðum með eitthvað opið í vetur og gerir ráð fyrir, en ef hér fyllir alltaf snjó þá er svona kannski pínu sjálfbært, sko. Herðu, þú varst með afmælið hans afaðins, 70 ára og pappa. Já, pappa hans. Já, pappa 70 ára og hérna, þá gáfuðu öllu fish and chips. Já, við vorum með á veglegum afslætti, buðum mönnum upp á fisk á 1000 kallið eitthvað á tilboði, sko. Og hérna í boði gamla og hann hérna var ægilega montið með það. Hann var því miður nú fann að gefa eftir höfuðið á honum en hann er nú vistaður hérna á stofnun og þarf svona aðstoð. En hann hafði mjög gaman að þessu og hann hélt mjög veglegt og gott afmæli og þetta var svona kjölfar á því sem við hérna trýtuðum fólk með fiski og því var vel tekið. Svo höfum við svona reynt að bara vera líf og við höfðum verðinu niðri og við ég tók þetta, þú veist, mér finnst það mjög smart hjá okkur og ég sé alls konar verð á þessu. 1700 kall og 100 kall kóktelsósan og gósið, hvað er þá? Mástu það ekki? Gósið er 300. Já, 300. Það er nú ekkert. Það er minn enn í sjoppunni en dýrar heldur enn í hérna bónus. Já, þú ert þarna innan skekkjumarka. Já, er það ekki. Heyrðu, en þetta er flott. En það sem að ég yfirheyrði menn, ég þekki marga húsvíkinga og ég spurði að þetta er svolítið tengt mínu bransa. Ég er út á Granda og er með sjárætta veitingastað afgreiði alveg tonna fish and chips og þetta er einn af vinsölustu fiskunum og ég er búinn að fara á marga staði hérna hringinn í kringum landið. Það er rosalega margir með þetta og mér finnst þetta bara flott. Þetta er léttur, skemmtilegur og alþjóðlegur matur. En þeir eru með rosa gott hráefni. Já, við erum mjög gott hráefni. Það er það sem að ég hef heyrt af að þú veist, það er alltaf splunkunýtt og fínt. Já. Og hver er galdurinn með það? Hann er nú kannski eins og þú þekkir. Það er náttúrulega að kaupa fiskinn nýjan. Við verslum við markaðinn, eingöngu. Það er hér... Er þið með kaupandanúmer? Já, við erum með númer 304, 804 á markaðnum og við erum með verbúð hérna á leigu og við erum með innanlandsvinnsluleyfi. Þetta hefur verið umdeilt og við hefur verið kærð fyrir þetta en þetta heldur allt vatni. Við erum með þetta vinnsluleyfi til að vinna og selja fisk innanlands. Það er bara úttekið af heilbrigðisfulltrúanum á staðnum
og við flökum sjálf, við erum svona 3-4 í gengi sem flökum hérna nánast á hverjum degi. Og fyrir frá fleiri staði eða? Nei, reyndar ekki svo við telum okkur bara ekki valla að hafa undan, þetta er svo einselt að við reynum einbytt okkur bara okkur sjálfum. Má maður spyrja hvað verður maður kíló á dag? Það er atvinnuleymdamál kannski. Já, það er atvinnuleymdamál. Þú ert að koma í iðnaðarnjósnum að gefa þetta málið. Ég þori ekki að segja það. Ég get að það er vaxandi eins og ég sagði á hann. Ef þú segir mig kílófjölda þá veit ég hvað þú segir margar standa. Já, ég gat ekki veit þetta upp úr. Og ekki degið heldur þú bara það heldur ekki. Nei. Ég vola móti svona leyndamála dóti sko. Því að þetta er ekki sko sami Jón og sér Jón. Það er ekki saman hvernig þetta er gert og með hvernig hugafarið þetta er gert og hvernig er aðstæðan. Þú veist, alveg sama þó menn eru með uppskriftir og allt á hverju, þá var allt þetta að tvinna saman. Bara, þú veist, en ég verði svona leyndamála við sinni. Ég geri það og mér finnst það aðstæðanlegt. Já, fyrir ekki. Þetta er ekki bara mitt mál. Ég vil ekki ljóst upp þessum aðrir búið ykkur til. Nei. En það skal ég segja þér er hráefni númer 1, 2 og 3. Við höfum þetta þannig eins og kannski þú þekkir, því þú verður svipað. Við erum með degi meira sem krydd, við erum ekki með þetta orli batter, við erum ekki með þykkan hjúputtunum fiskinn eins og við þekkjum frá tóðaratíðinni eða svo að djúpt þetta fiskur var svona deg og innan í var pínu fiskur. Þetta er fiskur, uppistæðan fiskur, ferskur, góður fiskur og degið er meira svona krydd, það er þunnhjúpað, það er svo bara rétt á hann hérna einhver Ísraeli sem hilsa okkur. Þunna hjúpinn og góður fiskur. Þannig að fiskurinn það sem við erum að selja. Og svo gæt hérna með hann bara sko, hann bara kemur með fólki hingað að hann veit að hann kom líka til mín sko. Já, einmitt. Maður verður nú aðeins að, heyrðu, en þú ert búin að vera síðan 2010 og nú er 16 og finnst þér vera aukning á þessu? Það er bara alltaf aukning. Ég þori ekki að segja hana í prósentum, við erum svo sem að bæta við aðeins núna, höfum ekki verið að selja bjór og slíkt, við erum að fara á vínveitingaleyfi og... Fáið við í bara hérna? Já, við höfum það nú, við höfum verið að vinna í því, en samanburðurinn frá því í fyrra, við erum sama verði og við erum í einhverjum 20% uppáðið frá því í fyrra og það var 7. ári, sko, það er rosalega gott. Og líka núna eru menn að tala um það að það sé svona sprengja í bransanum. Það er hérna, voruð þið varfið meiri umferð í vetur? Nei, hvernig byrjuðu þið svo? Við byrjuðum þetta bara í júní núna, sko. Nú er það? Opnum voðalega mikið sjómannadag, það hefur komið fyrir að gerst fyrr, en við reynum yfir að selja upp að hausti, sko, við söfnum alltaf aðeins í byrðir, svo þegar kemur langt fram að hausti og þegar vera að strjálla á markaðinn, þá seljum við það sem við höfum safnað í byrðir, hættum þá yfirleitt og klárum, sko, og þá erum við svona að bíða eftir að strandveiðin að þetta season byrji, en oft byrjum við ekki að selja fyrir við farin að geta flaka ferskan fisk sem er maí og júní kannski. Það er að fá ferskan fisk á markaðinn allt árið? Já, við höfum viljað taka hana bátum inn í kring sem við þekkjum. Það er svolítið þannig hjá okkur, sko. Eru þið svona bilaðir? Ekki langt að, sko. Já, við erum með kolbilaðir. Það var það, sko. Og þið veljið bátar? Já, svolítið. Þessin er þetta kannski svona vinsæl? Já, ég geti best trúið á því, sko. Eitt partur af því? Já. Og verður að vera þessum bát, veitt á þessu grunni, eru þið svona? Nei, kannski ekki alveg. Við erum ekki alveg komnið með reykjarleikjanúmer á hvert það skamt. Nei. Það kemur kannski að því. Já, en það er nú gert að reykjanleika í frystihúsum bara og það er reykjanleika alveg út í bátinn. Já, og alveg bara, sko. Nei, þeir eru að gera það. Já, ég var á Ræk í vetur og það var einmitt þar. Það var að taka veiðisvæðið og dagur og hal og hvaðina því að það var að geta sagt Max og Spencer og það hvaða nákvæmlega rækjan væri komin, sko. Bara þann daginn, sko. Þetta er bara orðið hvað þetta sem eru. Það er bara svoleiðis. Þú er eftir þessa vitleysu. Já, en eins og sér maður ekki, ég var að tala um, nú sér það er bara fullt í allan dag. Og hvernig lokið þið? 8. Já, við verðum ekki lokum mikil 8 í dag því að það verður ennþá fullt þá. Já, og menna, hafið þið þá lengur eða sem er eftir? Já, við tegið það yfir lengur ef mikið fólki sem sittur hérna úti á bíðu, sko. Og hvernig byrjuð það á mótana? Við varum opnað 11:30. 11:30, já? Og er þá rennir í allan daginn? Já, stundum, eins og í dag er búið að vera allan heilan dag, sko. Það er það gott veður. Já, það hefur svolítið mikið rosalega mikið að segja. Og líka, sko, hérna er rosalega mikil aukning á hvalaskoðun, en þeir eru fræg fyrir hvalaskoðun hérna og Húsavík, fræg, bara allt Ísland. Já. Og meina, það er búið að vera svakalega aukning bara í kringum það. Já. Og þá er fólkið hérna á rúndunum og það gerir það? Já, það er bröldur og gætarnir borða hjá okkur, þeir vísa á þetta. Eru þið með þetta á Facebook?
Það síða á Facebook, ég nú ekki á Facebook sjálfur þannig að ég nú ekki Facebook-ljón mikið, ég get ekki svarað miklu það en við erum með síða á Facebook og höfum svo stundum sendt út eitthvað þar en... Já, og eitthvað myndir þar líka sem... Já, ég bara ekki klára á því. Nei. Því það ekki mín deild en þetta hefur bara sett sér sjálf sko, við höfum ekki svo mikið þurft að huga að þessu. Þetta bara merkið, sést þér svona vel að. Já, og það ekkert flóknar, það bara fish and chips. Nei, bara fish and chips og það bara, virkar. Það er bara fullt af fólki. Já, það bara fullt af fólki. Þetta meira meina svona að við bara þokkalega skaplega döður. Já. Heimamenn koma líka mikið, þú sér það reyndar ekki mikið núna, það einhverjir hérna. Eru þeir þá stökkvaðir til að taka með heim og allavega? Já, gera mikið af því. Og þeir afgreiði bara svona í svona plastbakka? Já, svona frauðbakka, svona ylbakka. Já. Það reyndar eitt hérna borðið heimafólk en annars mikið bara komið á En skammturinn fiskur og franskar, svo kaupir fólki kóktelsósu. Það fær tómatsósu eða vill og það getur keypt gos. Og þeir ekkert með hrásalat eða neitt? Nei, við höfum ekki verið með þetta mjög einfalt. Það svona annarslagi spurt þetta og það spurt edikið, maltedik, sára sjaldan, það kemur fyrir. Ég segi, yfirleitt englendingar sem spyrja, ég segi að við erum ekki lengur með þennan trímetylamín oxaða fisk, við erum bara með góðan fisk og nýjan, þú þarft ekkert svona. Og þeir prófa, við erum tartarsósu, þá seljum við koktelsósu, þá eru þeir bara fínir sko. Og svo segir ég eftir hvað þetta gott og þá fattar við þurft ekkert edik sko. Nei. En það kemur svona 2-3 á ári sem beðið þetta, sett ekki vanir öðru sko, ekki meira held ég. Herðu, björt framtíðin og þú ert í íbúðabransanum og hvað ætlar að gera næstu 5 árum? Já, ef ég vissi maður, halda áfram að auka við það, vonandi getum við stækkað þetta eitthvað. Já, eigið þetta hús? Já, við eigum húsið. Þetta var það sem við heldum eftir útgerðina, arfleiðin af útgerðinni. En þetta svolítið mikið af hérna, ég alveg viss það að bara plássur fyrir veitingastæði hérna. Já, ég held að svona Efrihæðin, hún lítur ansi líklega út fyrir veitingastæði, ég verður að kenna það. Texas borgarar á Efrihæðinni, hvernig lítið það út? Heyrðu, afleggjara, ég byrjaði á Grandanum, byrjaði 2007. Já. Þá voru kaffivagnin og Grandakaffi og þeir voru ekki með opið á kvöldin. Ég held opið á kvöldin allt árið og þú veist lokaði aldrei. Heyrðu, nú 14 staðir og bara I love it. Já, en ekki brálað að gera hjá okkur öllu? Jú. Þetta bara hjálpar þess vegna ég að segja hérna og menna þetta kannski meiri season hérna. En ég held líka að það eittir að vera eins og hjá ykkur að veturinn eittir að þéttast meira. Selja meira norðurljósinn maður og slíta meira peninga á ferðamannunum. Já, plokka meira að þeim. Og hafa ekkert samviskubit með það. Nei. Þetta er að verða meira heldur en sjávarútvegurinn. Já, þetta er bara miklu heilbrigðari bransi sko, engin fjandars kóttöku, hér bara spekla þú eins og þú vilt og getur sko. Með kótan, heyrðu. Allt annað. Nú ég að fara á þing og þú voru bara að kjósa mig og ég ætla að búa til ferðamálaráðuneyti til að halda utanum og auka þetta velmegun á Íslandi. Hvernig líst þér á það? Ertu ekki bara áttum aður? Ég allir fyrir því. Ég hef verið helst í talsmaður betri flokksins. Það kemur hérna. Það kemur. Tryggvi Gunnarsson, þekkir hann sem nei, þú þekkir hann ekki sem hann að skipstjóra einhverju skútunni hérna. Já. Heyrðu, en gaman að sjá þig, gaman að hitta á þig og líka hann ætlar að fá að taka hérna inn myndir og við viljum að fá að smakka þetta hjá þér og svona. En gaman að fá að hitta kallinn sem veit svolítið þetta á grunninn að þessu og næstuði eftir svolítið máttinn en ekki nóg. Já, finnst þér ekki nóg? Nei. Ef við taka þetta viðtal aftur og ég taka þetta upp tönn eða 2. En ég helviti. Nei, bara lífsglaður maður og gaman að þessu. Nákvæmlega. Og hérna hefur gaman að þessu. Ég segi náttúrulega bara sömuleiðis og ofsalega gaman að hitta ykkur að sjá og ég ætla að fá að sýna ykkur þetta aðeins meira. Já, og líka bara, þú veist, búðu til flottan harnastað og tengdan sjónum. Já, það er akkurat hugsunin. Þú veist, það er bara, þú veist, og fá bara einhverja skemmtilega hugmyndir sem eru, þú veist, sjávartengdar, menna, það virkar. Það virkar allt. Selja þessu liði fiskin sem við eigum hérna. Já, og fara bara hérna rétt út fyrir. Það er bara, þú veist, ég er heppinn að vera með marga fiska í gangi, ég fer einmitt á markan, ég munu 380, númer 380, kaupandanúmer, bara æðislegt. Já, þetta er bara skemmtilegt, allt annað en að vera hinum með það í útgerðinni sko. Heyrðu, takk fyrir.